Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslægi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem á mjög áhugaverða sögu. Og hún að fara að segja hana hérna á eftir í Tjarnarbíó, þar sem hún búin að vera undirbúið sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu. Og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breytt stefnu fyrir nokkrum árum og fór í Listaháskólann. Og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnarbíó í kvöld. Segðu mér, Aðalheiður, hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld? Sko, ég að æfa mig. Já. Ég fór í Listaháskólann á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í Listaháskólann og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar. Já. En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur. Okkar persónlega sögur. Okkar lífssögu. Já. Ég alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja kommu og byrja að segja frá? Já. Af því að ég einhvern veginn eftir því sem að árin líða og líður frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og spegilinn sem maður sér. Punkturinn kemur seint. Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, þeim, Steinari og Unni. Og það námskeið sem heitir Segðu þína sögu. Já. Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þær bara svo ótrúlegar. Já. Og stundum alveg lygilegar og dreifnfindnar en stundum alveg rosa sorglegar. En fólk bara svo flott. Þetta heillaði mig svo mikið. Já, að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur. Já. Og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar, finnst mér. Og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhugasamari raunverulegar persónulega sögur. Já. Og þú veist, sem sagt eina af þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko. Já. Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að ég ætla að fara á þetta námskeið. Já, við erum líka svona sagnaþjóð. Við höfum gaman af ævisjó. En mikilvægt að segja sína sögu? Sko, það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðarprogrammi, þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram. Ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á, en það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni, sko. Já. Og og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til þess að vera fyrr til að tengja saman hjá sér. Já. Þannig að já, það mikilvægt sko samfélagslega, en líka fyrir maður sjálfan að vera, það ákveðin svona afskömmun í því, held ég. Já. Að segja söguna. Það ákveðin úrvinnsla, tilfinningaleg úrvinnsla sem að orða og deila. Já, eins og bara
fara til sálfræðings. Já, nákvæmlega. Og bara allt tólf bara kerfi gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku. Eigum við að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu? Já. Sko, þú manst eftir COVID. Já. Og COVID slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu. Já. Og í COVID, þegar áður en COVID byrjaði, þá var ég svona dálítið þannig. Veist, ég var búin að kaupa hús, ég var búin einhvern veginn að gera það upp og ég var ráðgjafi hjá stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ. Já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar, sko átti lénið breyting.is. Já. Og var bara svona, varst í svona breytingastjórnun? Já. Og var bara í breytingastjórnun og markþjálfun með fólki. Hafði áður lært sko engaþjálfaran, þannig að mér varst svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju tekst það ekki þess vegna, þú veist, var svona tenging á milli markþjálfarans og engaþjálfarans. En þú varst líka viðskiptafræðingur í grunninn? Já, ég byrjaði heimspeki, fer svo í MBA og fer svo í markþjálfun og svo engaþjálfun og þarna ég líka komin aðeins út í Kranió aðeins að vinna með orku og höfuðbunarspjaldhryggs meðferð. Nema hvað að í COVID þá bara, þú veist, dettur allt í dúnalogn. En ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun er að breytast. Ég finn rosa mikið fyrir óttanum. Og það gerðist... Þínum eigin eða í umhverfinu? Í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í Krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með innkaupakerfuna fulla, maður átti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist, það tvekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður átti að kaupa sér mat til þess að eiga, þú veist, og bara það var, hálfkerran var með sko með G-mjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa. Þetta var lífsnauðsynlega. Og allt í einu hellist yfir mig þessi reiði. Og ég fattaði ekki fyrir konan bara fyrir fram að mig hellir sér yfir afgreiðslufólki, þannig ég bara allt í einu betur vá, þú veist, svo þegar maður búin þá bara leiði mig miklu betur, sko. Já. Og ég hugsa mig, þú veist, þetta var áhugavert. Og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það að ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar. Nema COVID kemur og áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs, fekk þá frábæra hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta að eiga alla hluti, sko. Að þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keypt. Að maður ætti endilega að eiga svona mikið. Og ég ætlaði bara að selja þetta hús, kassa inn að því og kaupa bara litla íbúð á Akureyri og bara kaupa með frelsi. Ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima, þú veist, á einhverjum einum stað. Ég geti bara átt heima á, þú veist, heima er bara inn í mér. Já. Þar er minn öryggi staður, sko. Og svo, selja og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID er að létta, þá er ég bara að sunka niður. Og ég er bara með einhver rosalega skrítin einkenni, búin að googla mig drasl, ég er með alls konar sýkingar, sko hugsun ekki skýr, átti rosalega erfitt með að sofa, svitnaði mikið, tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, þú veist, nú er ég bara byrjuð á þessum breytingarskeiði, sko, og ég bara tek alls konar próf og kem bara, fer til hversugdómalæknis og bara með listan. Já. Ég kom með breytingarskeið, ég þarf hormón. Takk. Já. Og hún segir við mig, já, það getur vel verið, þú veist, en er eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengir við þetta og þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrýttum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið og sért komin á breytingarskeiði og það getur vel verið og þau eru hormón, en þú býrður örugglega líka bara í miklu. Já. Og
og ég segi, já, ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það. Já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég. Og hún horfir bara á mig og segir, þetta er bara mjög alvarlegt, sko. Og ég bara, right. Hún glögg. Hún glögg. En þetta var sannlega eini læknirinn í 4 ár sem að gat einhvern veginn staðfest að ég væri í myglu, þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin. En til að gera langarsögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt. Fannstu mygluna í húsnæðinu? Það er rauninni bara sást ekki neitt. Og ég þurfti að hugsa hratt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom í ljós 7 tegundir af myglu, þar á meðal svartmygla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstóð. Heilbrigðisyfirvöld Reykjavík ekki. Leigjendasamtökin ekki. Tryggingafélögin ekki. Ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu. Og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að finna stað til að vera. Með mikil óvissu. Ég meina, þetta er ekki bara mínu hlutir, þetta eru allir hlutir strákana mína. Þetta er allir þeirra föt líka og bara allir þeirra munir, sko. Og ég var bæði með alveg sjúklegt samviskubit, rosa skömm og hundveik. Akkur er skömm? Mér fannst bara að eiga að vita betur, mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi. Ég hefði gert lítið úr þeim, ég hefði einhvern veginn, ekki nefnt að setja mig inn í þetta. Mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt. Mér fannst það bara óspennandi að vera veik af myglu. Þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status, sko. Nei. Og hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr samskiptum og samfélagi? Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullt af búðum. Ég gæti ekki farið á einhverja staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með bókað hjá mér í fyrirlestur vegna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökukerfi af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, það vantaði allan stoppara sem er mjög áhugavert en það sem gerist er að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var. Þannig að maður þarf líka að draga sér tilbaka. Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir? Bæði veikjast allar varnir. Ég hef bara verið frekar heilsuhraust og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat. Þannig að maður þarf að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðum. Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, hvaða einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu af einhverju svona augnablikum þar sem þú... Já, það tók mér bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst, Já, var bara vantaði skýrleika í höfuð? Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér. Mér fannst ég er náttúrulega mjög dugleg að alltaf að greina. Ég er alltaf að greina. Ég þarf alltaf að sjá stóru myndina og litlu myndina. Og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað var mikið holrými í löggjöf, í utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu. Ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan um mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn þá
bara allt í einu hugsaði með mér, heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentera þetta betur. Ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi. Þannig ég bara tók upp dagbækur. Þannig ég tók upp vídeódagbækur. Já. Og það var í rauninni til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa. Hvernig þá? Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik. Já, þetta er í rauninni, þú verður hálf ósjálfbjarga. Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna þess að það þarf að einangra sig frá öllu til þess að finna út úr í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi. En ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum húsnæði síðan þetta var. Hvað oft? Ég er búin að flytja 9 sinnum síðan 22. Já. Og ég hef þurft að vera með 2 íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvoruri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, á báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem bannar það að leigja út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar. Heilsuspillandi húsnæði Já, það er bara í nefnilega, lagi, sem sagt. Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar það kemur að myglu þá er bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna umhverfisáhrifa. Og þetta er grafalvarlegur hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist á sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í opinberri eigu, sveitarfélaga og ríkisins vegna myglu. Og það kostar sitt. Það er talað endalaust kostnað og lokanir. Það er ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni. Það er ekki talað hversu margir veikjast. Það er ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa. Vá, þetta er rosalegt. Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk sem síðan bara allt í einu rofnar þetta. Maður er innan eitthvað og svo allt í einu rofnar það. Hvað þýðir það, meinar þið? Það þýðir, ég þoldi alveg húsnæði með myglu. Já. Þangað til að það varð ómikið. Já. Og ég veit ekkert hvenær þetta rof verður. Áttar þú þig á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendið í þessu í þessu húsnæði? Já, ég veit, þarna er ég að vinna heima ennþá. Ég er ennþá með seglin saman eftir COVID og er að vinna heima. Þannig ég er langt mest inn í þessari íbúð með strákana, og það er svartmygla inn í mínu svefnherbergi. Ég held að frumuveggir hjá konum sé ekki eins og hjá körlum og ég hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun. Og ég skynja rafmagn og það er rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram. Þannig ég skynja, þetta bara skynja ég. Þannig ég skynja myglu sem tíðni í dag. Já, ég skil alveg hvað það segja. Já. Þú getur lýst í, hvernig þú skynjar. Já, áður en ég ger það, þá langar maður aðeins að klára hitt. Þannig að því að ég tel það vera svo áhugavert að og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera grafalvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mygla. Vegna þess að börnin okkar, þau eru fljóta að ná sér aftur, en við erum að veikja þessar varnir. Bara fyrir lífstíð? Ég bara veit það ekki og það veit það enginn, vegna þess að það er ekki verið að rannsaka það. Og mér finnst það bara að vera, þetta er ekki heldur íslenskt fyrirbæri, það er alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það er bara búið að vera húsasótt í allan heim, Já, og það eru umhverfisveikindi, Já. En eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem er mikið rakspíra, einhver staðar, þá var ég veik, eftirkostin eru bara, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfið með okkur.
Hvernig ertu hérna inni núna? Ef þú bara svona aðeins skynjar Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það. En þú veist, af því að hér mikið rafmagn. Já. Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar. En ef ég held ég sé að vera veik, að það sé of mikið, af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman, þegar fleiri en eitt kemur inn, þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara að fara heim og bara fara úr öllu. Þrífa fötunum búið rótanól og fara í sturtu og fara út og jafnvel í gufu sko. Þú veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko. Já. Þannig að þetta er næstu full vinna bara. Já, bara þetta er bara að losa mig við það umhverju sem ég var í. Já. Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það. Þú getur að einhverju leyti valið að halda þér í svona... Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni. Já, og þá væri kannski hefði meira aðgang að þér. Já. Ég skilði þig. Þetta er nú áhugavert. Og þú segist skynja myglu sem orku. Já, það er ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt. Ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými. Sem að þú veist, það er eitthvað mygla í þvottavélinni eða það er einhver mygla heima, það er öðruvísilegt og bara stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mygla er inni sko. Og já, þannig að það er þannig sko. Kolla Grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt á ég að myglu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á eigin líkama. En Við erum sko líkamann okkar er bara svo magnaður og þetta er annað áhugamál sem ég hef. Ég held að við séum ekkert búin að viðurkenna það hversu flott við erum barandi skynjun. Ég held að við eigum ekki orði verða, við eigum ekki bara verið forvitin það, en við skynjum ótrúlega mikið. Getum skynjað ótrúlega mikið. Já, og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við viðurkennum. Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt? Ég bara get ekki svarað það, sko. Ég alveg velti fyrir mér. Stundum er það bara í þessu tilfelli var klárlega ekki gott, sko. Og líka það er svo margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus þannig á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp ofsa mikið á meðan þú getur bara verið að syngjandi glöð þá ert þú að verða fyrir áhrifin. Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, ég hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta er ekkert óskilt það að vera ég var bara meðvirk með umhverfinu með öðrum hætti og það umhverfið hefur áhrif á mig og ég er líka bara hrifnæm og mér finnst ótrúlega gaman að rífast mér finnst það geggjað og vera í tengslum við umhverfið sitt og vera í tengslum og bara allt þetta en sko þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér þessi skynjun í dag þó að merkimiðin sem ég tala sjálf það séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko að því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem er gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjunum minn er rétt kom leið og ég treysti því þá var ég í lagi. Þetta er mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það er að vera einhvern veginn upplifa sig svona miskilinn og og jafnvel afskrif þú veist, það er verið að segja bara þú ert bara eitthvað að rugla. Já, ég er bara eitthvað að rugla, ég er historísk ég ger á mikið úr þessu ég veit ekkert hvað ég er að tala þú veist, ég
og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstóð, allt þetta, þú veist, þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar. Já. Ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa ógeðslega langa tölvupósta, því að ég veit að, þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist, sjálf alveg, þú veist, farið ég efasemdirnar. Já. Efast sjálfan. Já, og bara, þú veist, já, bara efast þetta sé allt, bara vitleysa. Og og þetta með skömmina, og já, bara, þetta bara ógeðslega flókið. Og sama tíma ertu veik. Þú veist, ég er líka að hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki. Já, og ég er ekki með neina tekjur og ég er búin að, þú veist, ég er búin að þurfa að setja allt frá mig. Þannig að þar kemur líka, þú veist, þessi ótti, þú veist, ok. En eftir stendur alltaf bara, ok, hvað veit ég satt? Getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú ert að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum. Að mínum mati hlýtur þetta að vera eins, sko, eitt af erfiðast sem hægt er að gangi gegnum. Að vera mjög veik, vera einhvern veginn húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekkert í kerfinu er að koma til móts við þig. Jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar. Hvar lendir maður? Sko, ég er náttúrulega ótrúlega heppin að eiga, þú veist, ég var æðislega systurbróður og bara, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel, sko. Bróðin? Já, hann býr bara í Ástralíu, sko. Já. En, þú veist, og vinkonur. En ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist, ég endaði að senda bara vídeóskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt, sko. Og svona þannig dýpt í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér. Já. En ég var bara í uppgjöf, sko. Veist, ég var rosa hrygg, sko, yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum. Já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, það er rókslega gott að eiga fólk sem bara, þú veist, treystir því að maður geti treyst því sem maður er að segja, sko. Já. En þetta bara, að það hrynur einhvern veginn allt. Og ég ætla bara að segja, sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort ég get unnið á vinnustað. Já. Veist, þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhverstað bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað, heldur en að fókusera á það sem ég veit að er satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig. Af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikanum. Ég veit sjálf að ég er örugg með mig. Já. Þar er öryggi mitt. Ég bara trúa að það er mátt, þú veist, ég hef oft þurft að gefast upp. Þú veist, ég hef oft þurft að láta bara heyra, þú veist, þú ert ekki ein. Þú veist, þú hefur aldrei verið ein. Biður þá bara bænir já. Ég bara, biður hjálp. Já. Þannig að það er, og aftur þarf ég að gefast upp fyrir því að ég veit þetta ekki. Finnst þú að það fengi hjálp og leiðsögn frá æðri mætti? Já, það hefur svo leiðs. Og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju. Þannig að þetta er líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki, algjör vanmáttur. Og þá kemur einhver nýleið. Já. Og að fókusera á það sem maður veit að maður getur, því maður getur alltaf eitthvað. Það er, þú veist, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólann nema að því að ég var búin að gefast upp fyrir einhvern allt öðru, sko. Bara aldrei. Nei. Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða að
Getur þú lýst því hver aðdragandinn að því að þú ákveður bara Já. að skráði í Listaháskóla Íslands? Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafi verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri þar sem ég hétt Samtal, þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstali mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að pólusera og flokka í samfélaginu. Þetta var svona sú sýning. En ég var svona aðeins að þreifa á listinni en svo þegar einangrun byrjar aftur og ég þarf bara að vera heima, þá fer ég að gera myndir. Og þá var ég að vinna myndir út frá lesblindinu minna, búa til myndir úr orðum og snúa orðum og hvolf og svona. Þannig ég var aðeins byrjuð á því. En það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, að skrásetja hana og vera vinna í henni hjá, sálfræðingum og vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vegar veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðarlínunni gagnvart þeim sem að veikjast. Og það dreif þig í... Það dreif mig í Listaháskóla. Já, og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn. Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sóttu margir Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var æðislegt, sko. Þetta var æðislegt? Já, en þetta var líka krefjandi. Varst ekki langa elst? Jú, og bara eldri en margir kennararnir og bara, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og já, einhvern veginn og svo bara, svo skrítið, haustið sem ég er að byrja í skólanum þá ég ætlaði að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara get ég ekki verið þar og ég er aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nú þingi og með skólanum, að því að ég bara ekki neina þykjur og ég bara var að búa með peningi minn og ég fæ bara... Varstu bara að éta upp húsið? og þá ég meina það er dýrt að kaupa alltaf ný húsgögn, ný föð þetta er bara fárlega mikill peningur og svo er ég á þingi og það er bara verið að hjálpa Grindvíkingum að komast í skjól. Allar ræður og þingi gangu út frá hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái hafi þakka yfir höfuðið. Og þarna var þetta bara súrrealist, Þarna var ég. Og og þarna var algjört void, Af því að ég var húsnæðislaus, skilur. Ég vissi að fullt af fólki í sömu, ég er ekki einn sem lendi í þessu. Það eru bara ótrúlega margir sem lenda í þessu. Og algjörlega allir tilbúnir, en mikla það er ekki, þetta var svo skrítið. Og það sem var líka svo skrítið, það var að flytja þingið inn nýtt húsnæði. Af því að gamla húsnæði var ekki alveg nógu gott. Það var einhver smá mikla í því. Og þetta veikti mig svo mikið. Að fá liði sem var að vinna þarna, gamla húsgögnin, eða fólkið, í sömu fötunum, að ég hætti ekki að unni þar. Hvað segir? Og ég var bara í uppreist, bara í Listaháskólanum líka, skilur, ég var bara, og svo veikist ég í skólanum og bara, þetta var bara endalaust vesinn, Vá. Áhugavert. Já, áhugavert. Þú fengið að vera í þessari gerjun sem varst að vinna með. Já. Alla leið. Já, alla leið. En samt alltaf, ég er alltaf með þennan varnagla sem er bara ego, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar, Og þá, hvað gerist þegar ego kemur svona sterkt inn?
segir. Þá mér bara ekkert alveg sama hvernig fólk sér mig, sko. Það rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhver debatt við aðra. Þú veist, ég alltaf að fá all andsvörin til mín, sko. Áhugavert, útskýrðu þetta aðeins Pétur. Þú ert að vinna með þetta hjá þér. Já. Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði í átök. Já, og bara, þú veist, hvað ætlar þú að, þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað, þína sög, hún svo sem ekkert merkileg, skilur. Þú veist, allt þetta bara. Já. Þú veist, þetta bara, þetta alltaf þarna, sko, en svo, eftir sem betur fyrir verður mér alltaf meira og meira sama. Já, það kemur meira og meira auðmýgt. Já, en líka bara, ég veit þetta satt og ég veit, og það kannski það sem að, og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi. Og ég vildi að ég hefði vitað það að ég væri í lagi. Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu? Já, meðal annars, og líka bara styðja við, þú veist, og veita upplýsingar og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta vera, sko, við erum alltaf að bæta við á nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti. Það líka rafmagn, við erum með alls konar aukaefni og plastefni, þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við veitum ekkert alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast. Og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meira þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur. Það svo auðvelt að gera lítið úr því sem ekki staðfest með rannsóknum. Það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur. Og skilur ekki kannski. Og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það enginn eitthvað að reyna að vera vondur. En ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér. Já. Þú veist, litla sálræni þáttur. Áttu rosa erfitt, sko. Ég geti ímyndað með það. Já, það rosa gott. Ég finn alveg til með þess. Já, til sem að sjá þau svona eina gráðu veika. Já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum. Þú veist, bara, já, en þarna, já. Lærdómurinn, hann kominn? Áfalla þroskinn í hendi eða kominn komma? Já, lærdómurinn alltaf, sko. Já. Ef maður tilbúin til þess að skoða hlutina þannig. Já. Og ég á örugglega eftir að segja þessa sögu, öðruvísi á morgun, þú veist. Ég segi náttúrulega með ákveðnum hætti í kvöld, þú veist. Og en já, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu. Já. Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum. Já. Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Þú veist, hverju við viljum deila. Og þetta finnst mér líka brjálæðislega áhugavert. Bara í hvað atmáð maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað ýkir maður. Þú verið í svona tólsporuvinnu. Það svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Veistu hvað ég á við? Já, algjörlega. Þá maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og séð húmórinn í því. Já. Þannig að það oft svona mælikvarði. Ert þú komin þangað? Já. Þú veist, með eitthvað, sko. Þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrefamanni, sko. Það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrefamanni. En ég fer líka í þrefamanni þegar ég, sko, held að það sé eitthvað að tryggara mig heima hjá mér. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló, þú veist bara, Þannig að það einhver partur sem þarf að hafa vit fyrir þér. Já. Og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfi á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt
í þessari setningu, sko. Já, ok. Og er það líka hluti af Já. þessu svona eftirköst? Já. Heil og þoka, eða hvað kallar þau? Já, mjög mikil. Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snertir daglegt lífið þitt? Það er úthald. Sko langtíma streitan er það sem að er kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sem snúa að húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, að skilja þetta, sætta sig við að maður fá ekki aðstoð, maður verði sko að svo er þetta. Við verðum aldrei eins, hvort sem við erum heilbrigð eða veik, sko. Ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko. Bara það að sætta sig við það. Já. Að maður er að breytast og ég verði aldrei þessi sem ég var. Er einhverju sem þú saknar sérstaklega? Já, en ég ætla að segja, sko, með þetta, hvað er eftirkostin? Það er þessi streita þessi langtíma streita, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna tilbúið til að takast á við ný verkefni, eða nýjast, þetta er svona langtíma streita sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, það fór, þegar ég veikist þá er líka minn alltaf súr. Og að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig heldur en aðra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð um það og ég þarf að vera mjög meðvituð um að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð, af því að sko fasíðunar eru ennþá stífar. Þannig að það er það sem að... Viltu aðeins útskýra þetta? Mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að þú ert komin hann í efnafræði, streitunar. Já, sko, ég meina líkaminn og bara eins og jörðin, við eigum að vera ákveðnu sýrustíði. Og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamanns, streitan, þá bara finnum maður að það er ofsúrt. Líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utanaðkomandi áhrif. Þetta er bara, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka. Þetta veit ég að það er satt fyrir minni líka. Er leið tilbaka? Já, ég er ég fekk inni á virk og það var líka eftir að ég lenti í aftanarkeyrslu og mér var svo áhugavert, þar var eitthvað svona utanumhald, atburður, eftirkost, eðlilegt. Þetta er svona. Finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóga... Ég ætla bara að kalla það ákveðna, þetta er bara einhver röð atburða sem að, hann er nógu slæmur, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur, ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mig langar að vera í, en það þýðir bara að ég þarf að vera meira í einhverju öðru, en í virk er ég daldið að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í lífið aftur, sko. Ég er ennþá þar. Ég er að samla hugur ekki og bara, það er bara krón í baukinn á hverjum degi, sko. Vá. En ég skynja samt, mér finnst svolítið gaman að spekla það hjá þér að þú ert skýr, þú ert að halda þræði, ég vil betur en ég. Og út af því að þú varst að tala að vera meðvirk, þá skynja ég breytingu á þér út í að ég þekki þið frá árum áður og mér finnst sitja betur í þér, vera mjög hvað ég segja, með sjálfri þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig. Takk. Sko lífið er alveg skemmtilegt. Það er rosalega skemmtilegt. Og bara ég elska lífið, sko. Mér finnst það ótrúlega spennandi. Og núna er ég farin að mála aðeins og gera eitthvað og ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég er í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt að fara, ég er búin að segja það alveg við leiðbindina, sko, það er mjög fyndið að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði getað kannski búið til sjálf, eða Já.
í breytingastjórnun, í markþjálfun og svona, og ég þurfti alveg bara að kyngja öllu, ég tek þetta allt. Ert þú núna bara að þykja kannski? Já. Og náttúrulega læra fullt. Já. Hvernig fyrir þig að vera svona auðmjúkur þykjandi? Það er bara ekki. Ég er alltaf að læra eitthvað ný. Já. Það er bara þannig. Og svo er þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það er bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það er bara skemmtilegt. Einhver svona skilabúð til okkar í lokin, mér langar að spyrja eitt, þú veist, eitthvað sem þú myndir ráðleggja öllum varið ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla, líka til þess að geta búið þér í heimsókn? Já, til að bjóða mér í heimsókn, þá bara helst ekki að vera með ilmefni. Sko, ég er náttúrulega þar að ég get ekki setið í mjög búin púði til að setja á, svo ég var stærri í sætinu. En ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það er bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni sleppa því. Það er ótrúlega margir sem verða veikir að því að vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegur daginn hjá þeim. Já. Og það er bara fólk sem það er einfalt mál að sleppa yfir. Það er mjög einfalt mál. Það er bara að hugsa... Hvað er í ilmefnum? Akkur ætli þetta sé svona? Sko, þetta er bara ósýnilegar eindir sem að ferðast með okkur og færa okkur ilminn. Sem að hafa skaðlega áhrif. Og þau bara ferðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmvatn hér. Þá bara eindirnar ennþá. Og þetta bara festist í fötin. Og hjá þeim sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann er með ánæmi þá þarf hann að fara og breyta öllu sínu. En er ekki svampur í öllum sófum og stólum? Jú, það er svona gott að hafa bara leður, nú er maður með dýrari þarfir. Já. En nei, sko, þetta er nú yfirleitt bara ekkert vandamál, en bara hugsa hvernig maður gerir, en vera þegar að þá ekki bara við umhverfisveikindi. Það er bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif. Já. Hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir. Það eru bara allir með sínu sög. Og ef við getum bara dvalið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru, þá erum við bara rosa góðum stað, sko. Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru. Gangið vel í kvöld að segja þína sögu. Og takk fyrir að deila þinni sögu með okkur. Og ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnarbíó heldur en að horfa þáttinn því að þið getið hort á hann seinna. En við ætlum að láta þetta gott heita í dag. Takk fyrir mig. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is